Já, ef við fyrir aðeins skoðum þetta betur, hérna eins og ég var að segja, þá hérna ég að horfa svolítið á þessar stöðvar og hvað langt á milli þeirra og svo náttúrulega fyrir það sem að elta mig, þá ég með tíman á milli, hvað maður lengi að koma svona á milli. En ég reikna með sjálfur að taka orku í ræsingu með sem duga mér í fyrstu 3 tímana. Og þá ég út frá því að taka 5 brúsa með orku í og 3 gel. Þar bæti ég við með 3 brúsum af orku. Á 3 klukkutímum? Já. Nei, á 3... Já, á fyrstu 3 tímanum þá nota ég 5 brúsa af vatni og með orku í og 3 gel. Og þar tek ég svo 3 brúsa og 2 gel, sem þá stöðum sem 30 og 1,5. Sem við komum þá með til þín. Já, og það ætlaði að taka stafina líka. Við komast að því áðan að við fengum að tala við hlaupastjóra og hann sagði okkur að það mætti taka stafi og skilastöðum. Þannig að ég ætla þá að taka stafina hérna og ef þið horfið á í sýningurinn betur prófílinn á hlaupinu að þá henni eftir það þetta svolítið á fótinn. Já. Þannig að ég ætla að vera án stafa. Já, þið að fara upp á móti hérna alla seinni leiðina. Fyrsta helminginn hlaupinu og ég hugsa að Tobbi gerir það sama. Okay. Þannig að ég fæ hérna eitt svona 400 metra, eina 400 metra brekku sem ég þarf að komast upp. En þetta svona það sem múst með aðal fókusin á, það eru kolvetnin, eru 108 grömm á klukkustund og vökvi 0,8 á klukkustund. Og það kannski það sem ég að fókus á, það að það gangi allt upp, því að ég veit að ef það gerist þá hjálpar það mig gríðarlega. Ok, og bara svona til samanburðar þá eru 108 grömm af kolvetni rúm 3 gel eða þá kannski 2 gel pluss næring í drykk. Já, það svona næstu í 4 gel, það eru 4 gel var 120. Já. Þetta er mikið, þú erum að veit þetta er mikið, ég hef mest tekið 95. Þannig að þetta er aðeins meira en það. En það verður líka sól og heitt, eða svona 20 gráður, þannig að ég held að maður veit ekkert að þessu. Herru, það er ágætt að við erum hérna í hótelherbyggi með stóru borði því að hérna er búið að stilla upp að raða upp næringunni. Og hvað segir Lennur? Herru, eins og ég var að segja hérna áðan, þá ég að byrja með ígildi 5 brúsa sem eru þá, ég byrja með 2 brúsa, hérna er 1 brúsi og þetta er 2 viðbót. Það sem ég geri að þegar ég tæmi brúsa á leiðinni þá byrja ég bara í næstu brekku á því að hella aftur á dufti og ekki tilbúin til þess að taka vatn bara þegar á tækifæri á. Með því tek ég 3 gel. Ég byrja aldrei með koffín. Einhvern veginn að mann sagt að það væri betra bara að eiga það inni í restina. Þetta er 3 gel. En þetta eru fyrstu 30... Já, þetta er hálft hlaup. Ok, 30 kilometrarnir. Svo þá hitti ég ykkur og ég fæ það stafi og ég tek þá 2 brúsa með orku í, með duft fyrir 1 brúsi viðbót og 2 gel. Ok. Og svo í... Þetta hérna er þess að Precision duftið. Já. Og þetta er frá sama og þeir sem eru með shottin sem ég enda kannski á hérna. Svo í 3. stöð sem maður má aðstofa, það er í kílómetri 50, þá tek ég 2 brúsa og svo ætla ég að vera með 3 gel. Það er svona, ég er með á planinu 3 brúsa, en ég hugsa að ég tæki 2 brúsa og 3 gel í staðinn fyrir 2. Svona, ég á alltaf möguleikann á að fá með kók líka á stöðunum. Þannig að það er ekkert vatn, bara duft í öllum brúsum? Alltaf orka í öllum vökkum. Og svo ætla ég að ekki að vera með þetta á mér, ég ætla að hafa þetta í pókann sem þú ert með. Og þetta er svona krampfix sem svona hjálpar í neyð þegar maður er komin í eitthvað krampavandræði. En ég ætla ekki að nota þetta. Þannig að þetta er planið.